Helgi Viggósson, fyrirliði Tindastóls, velkomin í Sibbarspjall. Já, þakka fyrir. Í tilefni að bikarvikunni, Geysis bikar KKÍ. Er ekki gaman að vera mættur aftur í þetta? Jú, það er alltaf gaman að komast í höllina og taka þátt í þessari skemmtun sem er þarna hjá þeim. Veitu, þið fóruð ekki í fyrra. Hvernig var bikar? Nei, við fórum ekki í fyrra, við fórum unnum þetta 2018. Já, byrju, og svo ég rifið þetta upp, það er nú gaman eða ekki, rifið upp töpin líka. Hvernig duttuð þið út í fyrra? Og á móti hverjum? Ég man það ekki. Fljótur að gleyma því bara, ánæður. Það er miklu betra að gleyma því og muna bara eftir sigrónum. Ég er sammála því. Ég var nú að rifja upp ég var að spjalla við Óla hérna áðan. Hvenær byrjaði þetta format, þetta Final Four? Hvað er þetta, 4. árið, 5. árið? Já, það er ekki 4. eða 5. Ég man það nú ekki alveg en það er samt ekki rosa langt síðan, sko. Þetta er en þetta er samt mjög sniðugt, sko. Að hafa svona helgi. Já. Byrju, eins og þú segir, þið fóruð ekki fyrra, árið þar áður þá unnuðu bikarinn. Hverju mættu þið þá í undanúrslitum? Það var Haukar. Haukar, já. Haukar í undanúrslitum og rulluðu KR upp í úrslitum. Já. Var það ykkar fyrsta ferð í þessa bikarviku? Það er, já, og fyrsti stóri titill Tindastóls í körfubolta. Já. Og þú væntanlega manst ekkert eftir fagnaðarlátunum. Þú hefur væntanlega bara dottið í það Ég datt nú ekkert í það því að ég drekk ekki, þannig að ég man eftir öllu. Þú manst eftir öllu og var ekki rosalega gaman? Jó, þetta var rosalega gaman og það var náttúrulega bæjarfélagi fóru á liðina og það fóru allir á leiki fyrir sunnan. Við hefum náttúrulega gríðarlega mikið, eins og þú veist náttúrulega sjálfur kannski, að við hefum gríðarlega mikið fólki fyrir sunnan. Já. Og Öddi, Blöð og Sverrir og allt gengið, þeir mættu náttúrulega. Já, það var allt gengið mætt og elti ykkur líka heim eða ekki og tóku þátt í fagnaðarlátunum eða ekki, var ekki bara fullt á? Jú, það var náttúrulega, það var keyrt bara beint norður og íþróttahúsið var kjalt fullt þegar við mættum með bikarinn í hús. Já, þannig að þetta er væntanlega upplifun sem að þú ert alveg til í að endurtaka. Já, ég er alveg til í það en við náttúrulega förum í þessa helgi náttúrulega byrjum á því að fara á móti Stjörnunni sem að þeir eru náttúrulega með gríðarlega gott lið en við erum það nú samt líka þannig að við getum unnið öll lið á góðan degi. Já, þegar þú fréttir af bikardrættinu, þetta var kannski ekkit óska mótirinn eða hvað? Skiptir kannski ekki máli? Jú, ég meina það er ekkert að því að mæta Stjörnunni í undanúrslitum. Ég held að það sé ekkert að því að kjást við þá. Ef það á að vinna hann að blessaða bikar þá þarf náttúrulega að vinna öll lið bara, þannig að flest lið. Jú, það er akkurat þannig. Já. Þannig að við verðum bara að vera klári í þann leik. Já. Ég ætla samt að byrja á leiknum í kvöld. Já, þið eru að keppa í kvöld, já, einmitt. Þetta viðtalið tekið sem sagt, hvað er annar í dag, fyrsti? Það er annar eða ekki. Sunnudagurinn 2. febrúar. Ég þarf að taka þetta svona snemma því ég þarf að skrifa upp viðtöl úr þessu sem kom í bikarblað. Ég ætla að leiða mér að fullera það að við Grindvíkingar munum flagga hana flottasta bikarblaðinu. Já, bróðin ringdi bróðin í mig og sagði mér það að ég var á Fossíðu bikarblaðsins og það var held ég fyrir 3 árum síðan. Nú, hvernig ánskotanum stóð á því eða? Já, það var eitthvað bara, það var eitthvað slys held ég. Já, við þurfum sannlega eitthvað að endur skoða það núna held ég, en það kemur ljós. En hvernig verður undirbúningur ykkar háttað fyrir þennan undanúrsleik? Verður einhver munur þannig séð eða er þetta bara eins og venjulegu leikur þegar þið mæti í þennan undanúrsleik? Já, þetta er náttúrulega bara verður eins og venjulega leikur. Það er náttúrulega, menn reyna að halda sér á jörðinni og mæta bara klári í leikinn. Þá erum við í fínum málum ef við gerum það. Gengið hingað til í vetur, eru þið sáttir? Já, svona bæði og við náttúrulega erum sáttir í bikarnum að vera konir í undanúrslit. Já.
en við ætlum okkur að fara alla leið þar. En við kannski erum búin að tapa aðeins svo mikið í deildinni finnst mér. Kannski svona 2-3 leikjum og mikið. Já, þessi deild náttúrulega ansins skröllu ofta tíðum. Ég held að það voru ekkert margir sem veðjuðu háum fjárhæðum á Val á móti ykkur til dæmis daginn. Já, tvisvar sinnum í vetur. Já, auðvitað, líka í fyrri umferðinni. Þeir eru búin að vinna okkur tvisvar af 5 held ég. Þeir eru búin að vinna 5 leiki, þeir eru búin að vinna okkur tvisvar. Hvaða voða heljartak hafa þeir á okkur? Hvað er málið þeirra? Já, ég veit ekki. Ég gleyma því bara. En ákvæmlega, bara gleyma því sem að mislaða fyrir. Herru, já, með þennan byggar, þið bara, já, sjálfsögðu náttúrulega, það væri fáránlegt að segja eitthvað annað en að þið ætlið ykkur alla leið. En hvað, það er náttúrulega 2 leikir í deildin þangað til, þannig að þið eru náttúrulega ekki farin að hugsa eitthvað um þennan byggarleik strax, þykist ég veit. Nei, við tökum eitt leik í einu og eins og sagði áðan, þá ætlum við að byrja þessum leik í kvöld á móti KR og svo er umferð á 5. daginn og svo kemur byggarhelgin, þannig að það er langt í þetta ennþá, þannig að við höldum okkur í jörðinni og tökum eitt leik í einu. Já, hvað verður þau sáttur við að verði margir saukraklingar, margir skakferðingar á þessum undanúrslitaleik? Hvað sættur þau við? Já, hvað tekur efri og neðri parturinn á Laugardalsvellinni, helmingurinn, á ekki alltaf helmingin, var ekki svoleiðis? Það skipt með helmingum upp í rjáður. Jú, einhvern veginn svoleiðis. Það er einhvern veginn svoleiðis, sko. Þannig að og við skulum kannski bara minna þína stuðningsmenn á það að miðan er hægt að nálgast á Tix og það er sérstakur tengill sem að bara tilheyrir bara Tindastól, þannig að það er mikilvægt að stuðningsmenn kaupi þá miðan og stýði sitt félag. Já, við byrja á því að klára það áður en að menn fara að kaupa hinum megin frá, sko. Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega veit ég ekki hvort að þið verðið að selja miða líka hardcopy, sumir eru ekkert eins og þú, ég efast að þú myndir til dæmis geta farið inn á Tix og sem keypti okkur miða. Þú ert bara svona gamaldags sveitakall eða ekki, þú þarft bara hardcopy miða er það ekki? Það er bara að fara í afgreiðsluna og hafa peninginn. Já, ekkert kortinu svona, bara pening bara, Já, ég held að flest liðin munur nú bjóða upp á þann möguleika líka að geta keypt hardcopy miða fyrir svona sveitakall eins og þessu. Ég held að sé sko, var ekki 500 miðar? Jú. 150 börn og... Já, 500 fullorðins og 150 barnamiðar. Og mikilvægt allir stundum sem viti það að farin á tengil, farin á Tix og þá er tengil sem að til er í viðkomandi liði og kaupa með þaðan. Þannig að það er en ég vil náttúrulega bara, eins og segja, minna fólk á að mæta. Það er náttúrulega nummer 1 og 3 og þetta verður náttúrulega svakaleg skemmtun og ef við fáum góða stuðning úr stúkunni þá erum við í fínum málum. Já. Ef við ekki bara hafa það lokaorðin í þessu Sipaspjalli? Það held ég bara. Áfram Tindastóll og áfram Grindavík. Já. Sjáumst svo bara síðar. Flott, takk fyrir. Takk.